Og við ætlum að fá að sjá núna 2 myndbönd sem að svo sem tala fyrir sig sjálf áður en að við fáum fyrsta erindið. Ég heiti Inga Rut og er 45 ára. Ég uppgötaði bara að ég væri brakkarberi þegar Íslensk erfðagreining opnar arger.is sumarið 2018. Hafði engan grun að ég væri með þetta átti bara að vera svona, ég hafði ekkert að gera, var bara á netinu og fann þetta út. Pínu sjokk, þannig að þess ákveði strax að fara í þessa fyrirbyggjandi aðgerðir sem ég gat farið í. Ég er líka búin að láta fjarlægja eggjastokkana. Fór annan fertugt 2020 til Kristjánsskóla, fer í uppbyggingu og brjóstnám í sömu aðgerðinni. Það gekk ótrúlega vel. Mætti í partí bara með dren í poka eftir 5 daga og bara leiði rosa vel með þetta allt og gekk eins og í sögu. Viss alveg þetta gæti alveg orðið eitthvað vesen og var alveg tilbúin að taka það á mig. Ég er 2 barna móðir, börnin mín eru núna 13 og 14 ára. Hefði alveg viljað vera til að vita þetta áður. Hefði þá viljað fara í fósturvísaskimunir ef það væri hægt. Já, fyrir brjóstnámið var ég bara í myndatökum, 6 mánaða fresti á brjóstum og ómun á eggjastokkum. Núna er ég í fer reglulega til skurðlæknisins míns og bara í venjulega leghálsskimanir, húðeftirlit einu sinni á ári. Já, ég er bara allan daginn ótrúlega þakklát fyrir að hafa fengið þessa vitneskju og geta gripið inn í, ég sé aldrei eftir því. Þrátt fyrir að fylgi því einhverju svona pínu vandræði. Aldrei með hvað maður myndi þurfa að gangi í gegnum ef maður myndi greinast með krabbamein, hvort sem það veri í eggjastokkum eða brjóstum. Þannig að ég er allan búin að taka þessa 2 áhættu þætti út. Við höfum greinilega báða verið að ýta á arger.is á sama tíma. Fyndi hvernig lífið þegar maður bara sér eitthvað tengil og ákveður að kýla á það. Ég fékk að vita að ég sé brakkaafberi þegar ég er 24 ára og ég er að undirbúa mig fyrir brjóstnám, andlega eins og staðan er. En annars er ég undir reglulegu eftirliti. Það er brakka í föðurfjölskyldunni minni og þannig kemst ég að þessu. Þess vegna fer ég og læt athuga þetta. Þetta er mjög stórt. Það var líka mjög stórt að fá að vita þetta að ég væri með þetta gen. Og það er mjög stórt að vita af þessu. Þetta er alltaf í hausnum á þér og fyrir svona unga manneskju eins og mig. Ég á ekki börn. Ég er að íhuga að eignast börn og svoleiðis hver er framtíðin mín? Ætla ég að eiga kost á því að geta gefið brjóst eða ekki? Já, mér finnst mjög gott að vera bara undir eftirliti á meðan ég er að íhuga þetta.